Fundur settur í bæjarstjórn Sveitarfélagsins Hornafjarðar 13. febrúar 2020. Þetta annar fundur ársins og númer 270. Mætt eru sá sem hér stendur, Ásgrímur Ingólfsson, einnig Ásgerður Kristín Gylfadóttir, Björgvin Óskar Sigurjónsson, Kristján Sigurður Guðnason, Bryndís Hólmarsdóttir, Páll Róbert Matthíasson, Sæmundur Helgason, einnig bæjarstjórinn Matthildur Ásmundardóttir, starfsmaður fundarins Bryndís Bjarnason. Áður ég hef fundinn þá óska ég eftir því að bæta við einu máli, það kosning í bæjarráð. Þeir sem því eru samþykkir fyrir svoleiðis fund. Það samþykkt samhliða. Fyrir fundinum liggja þá 25 mál, þar af 4 fundagerðir bæjarráðs, síðasta fundagerð bæjarstjórnar til kynningar, einnig eru 20 almenn mál á dagskrá, þar með talin skýrsla bæjarstjóra. Okkur ekkert að vanbúin að hefja leikinn, stormur í kortunum, orðið laust fundagerð 929. Sæmundur Helgason, gjörðu svo vel. Forseti, góðu fundamenn. Mig langar að tala mál hér sem var á dagskrá 2 mál í raun og veru, það sem fjallað miðhálendisþjóðgarð og þjóðgarðsstofnunar. Þetta eitt stærsta þingmál þessa vetrar, eitt af þessum stóru, miðhálendisþjóðgarð og fyrirhugað þjóðgarður hefur hlotið mjög mikla fjölmiðla umfjöllun sem verðskulduð þegar fyrir dyrum að taka stóra og afdrifaríka ákvörðun sem þessa. Mér finnst augljóst að við Hornfirðingar höfum haft góða reynslu af Vatnajökulsþjóðgarði sem okkur ber að miðla áfram og ég hef bent á það í athugasemdum málið. Það kvartað við því að hlutirnir taki of langa tíma í stjórnsýslunni hjá ríkinu. En í þessu máli ber á því að fólki finnist allt of hratt farið. Mér finnst, öðruvísi mér á að brá. Allt tala að of hratt sé farið einfaldlega ekki rétt. Málið mjög vel unnið, enda stjórnvöld unnið ötullega þessu máli í 4 ár og jafnvel mun lengur nánar að skoða. Þetta mál í stjórnarsáttmála og ætti því ekki að koma neinum á óvart. Málið hefur verið unnið í einstöku samráði og í opnu ferli allan verktíma. Og ég spyr mig að því hvort sömu rök að staldra við sé þá hægt að nota önnur þörf mál. Of hratt farið í byggingu hjúkrunarheimila? Of hratt farið í fækkun innbreiðra brúa? Eigum við að staldra við þar? Mér finnst þetta skrýtin rök að halda því fram, en hitt annað og mjög þarft að benda á að það mun ekkert gerast í málinu með nýjan þjóðgarð fyrir en stjórnunar og verndaráætlanir liggja fyrir í hverju þeirra 6 svæða sem munu verða til í nýjum þjóðgarði. Og til þess að kalla fram þessar áætlanir til að vinna eftir, þá þarf að kalla grasrótina til eins og við höfum gert hér í Vatnajökulsþjóðgarði og höfum góða reynslu af. Okkar reynsla nefnilega fyrirmynd fyrir samráð sem önnur sveitarfélög öfunda okkur af og hafa margoft kallað á í samskiptum við ríkið og þær stofnanir sem hafa með þjóðlendur að gera. Þessar stjórnunar og verndaráætlanir verða til með því að stofna þjóðgarðinn, skipa svæðisráðin og láta þannig grasrótina fara að vinna og tala saman. En kjarni málsins fyrir mér sá að með þessu máli þá getum við sem þjóð, Íslendingar, ákveðið að vernda stærstu víðerni landsins, magnaðar jarðminjar, fágætar gróðurvinjar og ómetanlegt landslag fyrir komandi kynslóðir. Við munum með þessu geta lagt grunn að nýjum tíma þar sem íslensk þjóð fylkir sér á bakvið ákveðin gildi og verðmæti sem felast í því að vernda einstaka náttúru landsins. Þetta einfaldlega stærsta framlag Íslands og Íslendinga til náttúruverndar fyrr og síðar. Og á sama tíma, með stjórnunar og verndaráætlunum og þessu grasrótarsamtali, þá búum við til efnahagsleg verðmæti og það finnst mér vera góð nýting náttúruauðlinda. Takk fyrir þetta, Sæmundur. Ásgerður hefur beðið orðið, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Mig langar að taka til máls undir lið númer 9 í þessari fundagerð til að byrja með. Það almanna- og öryggismál. Í þeim lið verið að fara yfir hvernig staðan í sveitarfélaginu Hornafirði gagnvart almanna- og öryggismálum í tengslum við
óveðrin miklu sem verði í desember og janúar þar sem að rafmagn fór og fólk á norðvestur hluta landsins var rafmagnslaust lengi og verða að skoða þá kjölfarið á því bara í kringum landið hvernig staðan hjá sveitarfélögum, hvað má betur fara og hvaða svona innviðir eru í góðu lagi og það bara hollt og gott að taka þetta saman því að þegar ekki reynir á þá sofnar fólk oft á verðinum. En það sem að kemur fram að ýmislegt bara í ágætismálum hjá okkur en svo hins vegar að þá eitt og annað sem að kannski þegar farið að skoða að mætti gera betur, til dæmis að þá það varðandi heilbrigðisstofnunina hjá okkur að við getum gert betur þar varðandi varaafl og síðan náttúrulega bara þetta varðandi hinn almenna íbúa símakerfi til dæmis sveitarfélagsins háð rafmagni og tölvustýrt þannig að það ef að það verður til þess að rafmagni fer þá ekki hægt að ná í til dæmis ráðhús eða áhaldahús og annað slíkt nema þá í gegnum GSM síma hjá einstaklingum og svo náttúrulega bara netto dettur út og lýs og fleiri staðir sem að eru svona bara partur af okkur daglega lífi sem að við kannski erum ekkert alltaf að spá í. Og í dag það spá miklu og leiðilega veðri á morgun eða fram á kvöldinu. Þannig að það nú kannski eiginlega bara spurning að fólk byrgi sig upp af mat og olíu allavega þannig að það sé ekki það dugi til sólarhrings þetta kannski en það sem að akkurat spáin svona það datt mér í hug að koma upp og bara svona ítreka þetta að við svona hugsum okkur aðeins og allavega á ísskápnum heima hjá mér góður segull frá Rauða krossinum sem að segir hvað ertu undirbúin í 3 daga eða 5 daga, ég man það ekki en það líka ágætis svona að vera viðbúin hinu óvænta stundum. En annað sem ég langaði að koma inn á í þessari fundargerð það sem Sæmundur Helgason bæjarfulltrúi kom inn á, það 11. mál á dagskrá umsögn frumvarp, drög að frumvarpi til laga hálendisþjóðgarð og það rétt hjá Sæmundi að ég held að sveitarfélagið Hornafjörður hafi verið einna jákvæðast í sinni umsögn þetta frumvarp en svo ef við rýnum aðeins betur í umsögnina þá eru náttúrulega þarna atriði sem algjört grundvallaratriði að sé bara komist á hreint og bara sé passað ef að þessu verður og ef ég færi með leyfi forseta að vitna í þetta. Í frumvarpinu kveðið á orkunýtingu í 11. grein. Sveitarfélagið Hornafjörður vill hnykkja á að raforkudreifing verði tryggð í landinu öllu með þeim leiðum sem eru nauðsynlegar og öruggan hátt. Stefnt skal að því að allir strengir verði lagðir í jörð sé það tæknilega tímabært. Og hér lýkur tilvitnun í umsögnina en það þannig í dag að það ekki tæknilega mögulegt að leggja bæði háspennu og lágspennustrengi alla leið yfir hálendið ef að til þess kemur eða alla ekki háspennustrengi. Þannig að við erum ekki tilbúin í það að ekki megi sjást loftlína á hálendinu. Þannig að þetta eitt af þeim atriðum sem að ég persónulega hef aðeins staldra við en varðandi þjóðgarð almennt á hefur reynsla af Vatnajökulsþjóðgarð þetta verið bara mjög jákvæð í sveitarfélaginu Hornafirði. Það ýmislegt sem að má betur fara og við höfum verið að hitta þingmenn mikið núna í þessari viku, kjördæmavika og þetta málefni hefur borið á góma í öllum samtölum við held ég bara næstu í hvern einasta mann, eða allavega hvern einasta flokk sem hefur komið á svæðið. Og það margt gott, en það líka ýmislegt sem að má betur fara og alltaf það sem umsögn sveitarfélagsins horfir á stóru myndina og það sem að það að þjóðgarður getur verið bara mjög góður kostur fyrir sveitarfélög og bara getur virkað mjög vel. En auðvitað ýmislegt sem að þyrfti að gera betur og þarf að gera betur og við erum bara að vinna í því. En ég bara veit að þetta verður stórt mál í umræðinni áfram en ég vil líka kannski aðeins taka undir að ég var alveg til í að fara aðeins hægar þarna og skoða þannig að það sé
gengið frá ýmsum málum áður heldur en af verður og ég hef svo sem trú á því að þetta muni taka svolítinn tíma. En hugmyndafræðin og sko heildarmyndin er mjög falleg og góð, en það eru ýmsar vörður sem þarf að klára áður en að koma þangað. Takk fyrir þetta, Ásgerður. Orðið enn laust fundargerð bæjarráðs 929. Það enginn sem óskar eftir að taka til máls. Þeir sem henni þá samþykki gera svo réttu fund. Hún samþykkt samhljóða. Annað mál á dagskrá bæjarráð 930. Orðið laust þá fundargerð. Bryndís Hólmsdóttir, gera svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, mér langar til að segja aðeins aðfanga og vörslustefnu einkaskjalasöfn. Það er svo mikilvægt fyrir okkur að skila inn gögnunum, dagbókunum okkar og bréfunum og öllu því sem við eigum frá ömmu og afa og allt, bara til þess að við getum skráð söguna til framtíðar. Einkaskjalasöfn eru mikilvægar heimildir hversdagslífs fólks, af því að hversdagslífið er alveg ótrúlega mikilvægt. Við erum alltaf að hugsa jólin og einhverja hátíðir, en hversdagslífið er mjög mikilvægt. Og því vil ég vekja athygli fólks að því að skila inn gögnum sínum, koma með þau í óritskoðuð, vera ekki að fara í gegnum þau dítölum fyrir þá hluti sem þeir halda að eigi ekki að vera þar, áður en þetta dagur uppi í skúffum og skápum. Það hefur aðeins borið á því umræðu með þessi einkaskjalasöfn að fólk hafi ekki viljað skila inn gögnunum sínum af því að það héldi það að einhverjir aðrir var að hnýsast í þau. En það er algjör misskilningur. Gögnin eru lokuð í 80 ár nema fyrir þá sem máli varða. Og þá vil ég bara ítreka það að fólk, ef einhver hlustar á þennan fund, að fara að taka til í skúffum og skila til hennar Halldórs skjalasöfni. Takk fyrir. Þakka þér fyrir þetta, Bryndís. Þörf ábyrgning til fólks að liggja ekki á þessu eins og ormar á gulli. Við reyna að koma þessu í góða vörslu, þetta eru miklar heimildir, en orðið enn laust 930. Kristján Sigurður Guðnason, gjörðu svo vel. Forseti fundarmenn. Það er fyrsti liður á dagskrá í þessu fundargerð, það er atvinnu- og menningarmálanefnd og það er þar 4. liður, menningarstyrkir. Það er ánægjulegt að sjá hversu mikil gróska í menningarlífi hér í sveitarfélaginu. Fjöldi umsókna ber þess glöggmerki. Mig langar aðeins að minna okkur öll á þá miklu sjálfboðavinnu og það mikla sjálfboðastarf sem fólk leggur að hendi til að við hin fáum að njóta. Hvort sem eru tónleikar hjá kórum, blúshátíð eða glæsilegi viðburðurinn sem að skemmtifélagið býður okkur upp á árlega. Við viljum jú öll að hér sé blómlegt menningarlíf. Þó svo að sjálfboðastarf sé öflugt, þá gerist lítið án peninga. Það væri æskilegt að sjóðurinn hefði úr meiru fjármagni að moða. Þakka þér fyrir þetta. Sæmundur Helgason, gjörðu svo vel. Kristján. Forseti, ágætu fundarmenn. Já, ég gat nú ekki annað en bara þakka þér fyrir, Bryndís, að ef ég kem með gögnin mín að þau verið þá geymd í 80 ár, ég held að þetta ætti kannski við Facebook status á svoleiðis gögn sem ætti að fara að skila inn í þessari söfnunarstefnu. En átti mig á því að það er kannski ekki það er og mjög gott og ég var mjög gott að þetta er 80 ára geymsla þá á þessu gögnum og það er bara góð ábending og góð hvatning til okkar að skoða í skúffuna hvort að það séu dagbækur sem eigi heima á svona skjalasafni. En það sem ég langa að ræða í þessari fundargerð er mál nr. 7 sem er Mikligarður. En þar samþykkir bæjarráð að hefja vinnu við þakviðgerðir og klára endurnýja klæðningu, hurðir, glugga og burðargrind á Langhlíð norður, svo við vitni bara í bókun bæjarráðs, og skoða þar betur notkun á húsi áður en hönnun og uppsetning á sprinkler getur orðið. Og
í þessu samhengi rétt að rifja upp að við samþykktum í fjárhagsáætlun að setja fjármagn í þetta mál á þessu ári og ég tel það fjármagn geti vel duga fyrir þessari vinnu sem fyrirhuguð og af því að við erum hér mörg sem sitjum þennan bæjarstjórnarfund og öll gerir ég ráð fyrir sem sýnum þessum máli mikinn áhuga og höfum gert í mörg ár. Það langar mig að spyrja bæjarfulltrúa Kristján og Róbert sem eru nú í nefndinni, í menningarnefndinni, hvernig þeim líst á þessa vegferð. Er þetta í anda íbúafundarins sem hann var haldinn máli fyrir tæpu ári og takt í vilja nefndarinnar? Af því að sko ég vil taka fram að sá sem hér stendur bara hæst ánægður með að þetta sé sú leið sem á að fara, af því að ég búinn að tala fyrir þessari vegferð Miklagarð síðastliðin 4 ár. Þakka þér fyrir þetta Sæmundur. Það hafa 2 mælt sér, ég veit ekki hvor vilja á undan. Það var bara saman. Kristján Sigurður Guðnason, þú ert formaður atvinnu- og menningarmálanefndar, ég hleypi þér á undan, gjörðu svo vel. Forseti fundarmenn, takk fyrir þetta Sæmundur. Ég hef haft sérstakt dálæti á Miklagarði eins og flestir hér ættu að vita og mér finnst það mjög ánægjulegt að það skuli eiga að fara í þessar framkvæmdir og það náttúrulega númer 1, 2 og 3 að gera húsið vatns- og vindhelt. Síðan mun atvinnu- og menningarmálanefndar fara á stað núna með og fara yfir safnamál almennt í sveitarfélaginu og við höfum nú rætt það að hluti af söfnum gæti alveg verið þarna inn í Miklagarði ásamt því að einstaklingar komið að sjálfsögðu þarna inn og þeir einstaklingar sem eru með þannig starfsemi sem að hentar og passar inn í húsið. En það náttúrulega ekki alveg komið að því en að fara yfir safnamálin, það þurfum við að gera núna strax og munum gera bara á næstu fundum. Þannig að ég bara fagna þessu sérstaklega. Þakka þér fyrir þetta. Kristján Sigurður, Páll Róbert, gjörðu svo vel. Forseti og ágætu bæjarfulltrúar. Já, ég tek sannarlega undir með Kristjáni með það að þetta mjög ánægjulegt að það búið að leggja þarna til 40 milljónir á þessu árið til þess að hefja eða halda áfram með endurbætur á Miklagarði og þannig verður á vonandi næstu árin að við getum gert eitthvað á hverju ári. Við vitum náttúrulega ekkert ennþá hvernig þetta endar en við viljum náttúrulega fá líf inn í húsið, við viljum fá líf á heppuna og starfsemi að sem bara fjölbreyttistum toga og og það og sumir velti fyrir sig hvort að bærin eigi endilega að eiga húsið. Ég ekkert á því að við þurfum að eiga þetta hús, að það bara koma því í það stand að það verði hægt að vera með einhvers konar atvinnu og jafnvel menningarstarfsemi. Við erum með þarna eitt bíls undir verbúðin og það náttúrulega eitthvað sem að ég til að vera algjörlega þurfa að vernda og passa upp á og ég veit að við Stjáni gerum það í menningarmálanefndinni, pössum upp á þetta. En eins og ég segi, þetta bara mjög ánægjulegt að það loksins farið á stað og þetta bara mjög metnaðarfullt að setja 40 milljónir í þetta og við ætlum að láta klára að loka húsinu þannig að það verði vind- og vatnshelt. Þannig ég er mjög ánægður með það og ég ætla ekki að segja mikið meira með það. En í þessari fundargerð var líka númer 9 heimsmarkmið og stefnumótun. Sveitarfélagið var að fara af stað með vinnu það var fundur í síðustu viku með öllu nefndarfólki út í Nýheimum þar sem við vorum að reyna að kortleggja hvernig við getum samþætt heimsmarkmiðin inn í stefnu sveitarfélagsins og þetta er bara gríðarlega spennandi vinna, skemmtilegt að taka þátt í þessu og ég veit að það er margir sem spyrja sér svo til hvers erum við að gera þetta, hver er tilgangur með þessu, en það er náttúrulega þannig að við höfum valið okkur tvenn markmið, annars vegar
sjálfbæri bæir og síðan það heilsa og vellíðan. Og þetta náttúrulega gert í þeim tilgangi að við aukum ánægju og vellíðan íbúðanna og tökum tillit til umhverfis og annarra þátta og svona nýtum þetta inn í stefnu sveitarfélagsins á öllum stigum og ég fagna þessu mjög. Og síðan var nú þarna í þessari fundargerð líka samstarfssamningur við Fuglaathugunarstöð Suðurlands. Það var verið að skrifa undir Suðausturlands á Höfn nákvæmlega, ef við förum þangað, að þar var að gera styrktarsamning til 4 ára og ég bara rosalega ánægður með að sjá þetta verða veruleika. Þetta svona setur eina litla stoð undir reksturinn hjá þeim sem nú ekkert allt of beisinn, en ég bara fagna þessu. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Páll Róbert. Við erum ennþá í 930 bæjarráð. Einhverjir fleiri sem vilja taka til máls undir þeirri fundargerð? Það ekki. Þeir sem þá henni samþykkir gjöra svo vel rétt upp hönd. Það samþykkt samhljóða. 3. mál á dagskrá bæjarráð Hornafjarðar 931. Orðið laust þá fundargerð. Eitthvað sem óskar eftir að taka til máls undir 931? Það ekki. Þeir sem þá henni samþykki gjöra svo vel rétt upp hönd. Hún samþykkt samhljóða. 4. mál á dagskrá bæjarráð Hornafjarðar 932. Orðið laust þessa fundargerð. Sæmundur Helgason, gjörðu svo vel. Forseti, góðir fundarmenn. Undir fundargerð umhverfis- og skipulagsnefndar sem þarna 1. mál á dagskrá eitt mál sem hefur tekið af sérstökum vendingum síðastliðin bara daga, vikur og misseri. Og þetta málið endurskoðun á ferðaþjónustukafla aðalskipulags Hornafjarðar 2012–2030. Það í þessu máli uppi einhver undarlegur ásteytingarsteinn sem mér sýnist eitthvað í landa við náum að sætta sjónarmið. Þessi ásteytingarsteinn varðar einbeittan áhuga meirihluta skipulagsnefndar á því að leyfa minni gistiheimili í flokki 2 í íbúðarbyggð með einhvers konar takmörkunum, til dæmis 0,8 bílastæðum fyrir hvert rými eða herbergi. Eitthvað sem að mínu mati verður engin leið að fylgja eftir eða hafa stjórn á. Og það alveg klárt að minni hálfu að þetta mesta glapræði. Það svo margt sem rangt við þessa vegferð að mér endist ekki dagurinn að fara í allt það sem að undan gengið í umræðinu undanfarin mörg ár til að koma svona hugmyndum í það sem aðalskipulag segir að heimagisting eitthvað sem ætti að vera í íbúðarbyggð möguleg, það sem einhver heima en ekki gistiheimili í flokki 2. Það má vel vera að það þurfi að endurskoða ákvæði laga 90 daga reglu og ákvæðin tekjumörkum heimagistingar, en það himinn og haf á milli þess að vera með heimagistingar sem leyfðar í íbúðarhverfum eða því að vera með gistiheimili í flokki 2, sem eiga að vera í verslunar og þjónustureitum skipulags. Og við skulum halda því þannig. Málið tók alveg nýja vendingu í byrjun þessara vikur þegar upp komst að hagsmunaaðilar, Ríki, Vatnajökuls og ferðamálasamtök Austur-Skaftafellssýslu höfðu aldrei fengið sérstakt boð að koma fram með athugasemdir málið, líkt að þó fá öllu jafna öll önnur ferðaþjónustumál. Sem betur fer þá málið tekið af sérstakri dagskrá hér í dag og því frestast afgreiðsla þess að minnsta kosti mánuð. Og það bara fínn tími til þess að henda þessari tilraun út úr annars ágætri endurskoðun á ferðaþjónustukafla aðalskipulags Hornafjarðar. Og ég vil gera bókun minnihluta skipulagsnefndar að minni og setja undir þessa fundargerð. Þar sem segir minnihluti E- og D-lista í skipulagsnefnd tekur undir áhyggjur skipulagsstofnunar sem segir að stofnunin telur að gera þurfi betur grein fyrir mögulegum áhrifum á samfélagið, svo sem framboð og eftirspurn á íbúðarhúsnæði, ónæði og álag á íbúðarhverfi. Já, takk fyrir þetta Sæmundur. Ég tek við stjórninni að því að Ásgrímur ætlar að fá að taka orðið. Gjörðu svo vel, Ásgrímur. Takk fyrir þetta, Páll Róbert. Ágætu bæjarstjórnarmenn, forseti.
Það aðeins út að endurskoðun á aðalskipulaginu og farið þjónustukaflanum og meira hluti umhverfis- og skipulagsnefndar engin sérstakur talsmaður þessa og þetta ekkert einbeittur vilji, það ekki þannig. En þeir sem hafa kynnt sér málið eins og Sæmundur, ég veit að hann hefur gert, vita það jafnvel og ég að þetta í gangi núna þegar. Með lagabreytingum fólk sem hefur verið að leigja út herbergi eða hús í meira en 90 daga eða 2 milljónir, hefur verið í rekstur undanfarin ár en að missa leyfin sín. Og þetta þá spurning hvernig við bregðumst við. Heimagistingin, eins og Sæmundur bent á, 90 daga reglan eða 2 milljónir í þinni eigni eða einni annarri, svo mátt vera með þetta. Eitt eða fleiri herbergi allt upp í 5. En löggjafinn breytti reglum eins og við vitum, eða þeir sem hafa kynnt sér þetta, á þá veg að það má setja minni gistiheimili í íbúðabyggð. Þannig að mann geta rekið þetta fyrir opnum tjöldum allt árið kring að þeir vilja, 2 eða fleiri herbergi og allt upp í 5, eða eins mörg herbergi og menn dristast til. En auðvitað eru bæði kostir og gallar við þetta mál eins og önnur svona mál sem eru umdeild. Og ég hef velt þessu aðeins fyrir mér og hef einhvern veginn endað á þeirri skoðun en eins og ég segi, þetta ekkert prinsippmál hjá mér og ef að meiri hluti íbúa og samfélagsins á móti þessu, þá það mér að meina lausu. Og örugglega ég kannski vanhæfur í þessari umræðu af því að ég á nú hlut í hóteli hér inn í Nesjum. Þannig að ég ætti þá kannski frekar að tala með þessu, eða á móti þessu frekar en með, en allavega tala ég með þessu af því mér finnst að einstaklingsframtakið í þessu eigi að fá að njóta sín. Þetta eigi ekki bara að vera stór fyrirtæki úr Reykjavík eða efnasterkir aðalar sem eiga að geta rekið gistingu hér á Hornafirði og notið þess að fá ferðamenninga. Mér finnst að fleiri eiga að geta það í fleiri heldur en bara 90 daga eða 2 milljónir. Það svona kannski það sem ég hef hort á þessu máli. Og eitt af því sem að menn segja við kostina við Hornafjörð það að það er fjölbreytt gistiaðstaða og þessi heimagisting eða þessi minni gistiheimili sem svona rétt rúmlega heimagisting þá eitt af því sem að menn trúlega hafa litið á sem kosti. En gallinn við það náttúrulega eins og menn hafa bent á að það það að íbúar verða stundum fyrir ónæði af því. Menn að banka upp og skilst mér að fara í vitlaust hús og eitthvað. En eins og Sæmundur benti hér á líka, þá getum við sett á reglur merkingar eða bílastæðisfjölda og annað. Eitt sem menn hafa kvartað yfir út af þessu, það séu einhver hús í þessar útleigu og þess vegna sé hátt fasteignaverð. En það getur bæði verið kostur og galli ímynda ég mér fyrir fasteignaeigendur sem að fullorðið fólk eða einhverja sem vilja selja fasteignir vilja fara í minna eða þá fá þeir kannski einhverja smá lífeyrir til að taka með sér. En hins vegar kannski erfiðara fyrir unga fólki að kaupa. Þetta alveg tvíbent allt saman. En hvað það? Þetta ekkert, ég held að þetta þurfi bara að ræðast og eins og Sæmundur sagði þá frestuðu við þessum mánuð þessari afgreiðslu. En bæjarsfulltrúar verða bara að gera upp hugsun í þessu og kynna sér þetta. Takk fyrir. Takk fyrir þetta Ásgrímur og ég ætla að taka mig besarlega og fá að ræða þetta aðeins líka. Við breyttum reglunum hérna, síðasti meirihluti, hann breytti reglunum á síðasta kjörtímabili þannig að það var að bannað að hafa íbúðarleigu í íbúðabyggð. Það að segja til ferðamanna, til skammtímaleigu. Og ástæðan fyrir því var svo að við urðum mjög mikið vör við óánægju íbúða og það svo sem maður ennþá að heyra því í dag, svo sem að það á ákveðnum stöðum gististaðir, jafnvel ekki með leyfi, sem að margir vita af. En þeir eru samt búin að vera í rekstri í mörg ár og það gerir enginn í því, vegna þess að það verður að segjast eins og að þegar að menn eru komnir með, þeir sem annað búin að fá leyfi, að eftirlitinu mjög ábótavant. Það lítið sem ekkert má segja. En málið nú kannski aðalega það í mínum huga að því það verið að tala um breytingu á reglugerðina hann að 1277 frá 2016. Þar talað um það að þú megir hafa sem sagt minna gistiheimili í flokki 2 í íbúðarhúsi. En það ekki talað um íbúðabyggð. Og íbúðarhús geta verið á verslunarþjónustusvæði, eins og við vitum.
Og það er alveg anda lagana að tala að þetta sé atvinnurekstur, en þess að þá skuli húsið flokkast sem atvinnuhúsnæði en ekki íbúðarhúsnæði. Og sko, jú, auðvitað er réttur húseigandana mikill að fá að nýta sína eign, en hver er þá réttur nágrannans að fá að vera í friði fyrir túristum til dæmis? Og sko, það fylgir því ekkert loforð þegar þú fær úthlutað lóð undir íbúðarhús að þú megir vera með eitthvað rekstur í því. Þetta er náttúrulega íbúðabyggð og það er á að vera bara íbúðar. Þannig og reynslan sem hefur sýnt það að þetta gengur illa upp í íbúðabyggð. Og við vitum ekkert hversu mikið umfangi getur orðið. Núna erum við að horfa fram á samdrátt í gistingu á Hornafirði. Og það er ekki allt og góð staðan hjá gistiheimilum hérna. Það ættu nú atvinnurekendur að vita. En sko, við erum að horfa, það var að fara á stað með þessa breytingu 2017, en staðan er bara orðin allt önnur núna og ég teldi að það væri óráð að fara að heimila þetta inn í íbúðabyggð. En þess að það er nú þegar þessi 3 mánaða regla fyrir heimagistingu til staðar og ég tel að það sé alveg nóg. Við værum þá að stela af þeim rekstri sem er í dag og eftir sem mér skilst er hann að geta að ganga allt og vel hérna. Þannig ég held að við værum að gera óleik með þessu. Þannig ég er algjörlega mótfallinn því að heimila þetta inn í íbúðabyggð. Meira var það nú ekki. Takk. Takk þér fyrir þetta, Páll Róbert. Aðeins, ég ætla svo sem að geta vera lengi þetta lengur. Þetta var örugglega eftir að koma til umræðu þegar þetta var tekið til þessi breytingar á aðalskipulagskaflanum í bæjarstjórn. Aðeins með íbúðabyggð og íbúðarhús. Við sendum fyrirspurn á skipulagsnefnd og skipulagsstofnun segi og þar kom fram að þetta er heimilt íbúðabyggð eins og hárgreiðslustofur og svona smáiðnaðar, ómengandi smáiðnaðar held ég að vera sagt. Þannig að það var alveg klippt úr skorið. En hvað er það? Ja, þetta er orðið laust þessa fundargerð þá. Ég er búinn að tína fundarskipan hérna hjá mér. Það lítur að vera eitthvað staðar 930 og hvað eru við? 32. Orðið laust fundargerð 932. Hverjir sem vilja taka til máls undir þeirri fundargerð? Það er enginn sem óskar eftir því. Þeir sem eru þá henni samþykki gjöra svo réttu fönd. Hún er samþykkt samhljóða. 5. mál á dagskrá er hér til kynningar. Bæjarstjórn 269. Er eitthvað sem vil taka til máls undir þeir það fundargerð? Það er enginn sem óskar eftir því. Þá er það 7. mál á dagskrá. Það er viðauki við fjárhagsáætlun. Viðauki 1 lagður fram. Er að hækkun af fjárfestingaráætlun 14,5 milljón vegna kaupa á rakastýringatæki fyrir íþróttahús og höfn. Þetta hefur verið fyrirséð í einhvern tíma og reyndar hefur pakkinn stækkað eins og oft vill verða í höndum á okkur pólitíkusum. En hvað það? Viðaukanum verður mætt með lækkun handbæri fé. Þeir sem eru þessir samþykkir gjöru svo réttu fönd. Já, orðið laust þetta ef einhverju vilja ræða þetta. Það er náttúrulega, ég gleymi því þegar svona. Þetta er samþykkt samfélag. Reglur foreldragreiðslu. Bæjarráð leggur til að reglur foreldragreiðslu verði framlengdar 1 ár eða út árið 2020. Orðið laust þessar breytingar eða framlengingu á foreldragreiðslum, reglum. Er eitthvað sem vil taka til máls undir þessu? Nipp. Þeir sem eru þessu samþykki þá gera svo leiðstu fönd. Það er samþykkt samhljóða. Sameining og slit á hlutafélagi sveitafélagsins. Hér er gamalt mál sem var að rykfalli hillum sem þarf að taka á. Lagt til að sveitafélagi afsýlir eignarhlut sínum í Brennuflósa til Sinu EHF. Samanber framlaga Sinnu fyrirgeði. Þetta er allt bruna. Samanber framlaga yfirlýsingu. Meðfylgjandi er ársreikningur Brennuflósa fyrir HF fyrir 2018 til upplýsinga. Þeir sem eru þessari sameiningu afsalis orðið laust, Jesús. Já, orðið laust þetta.
Enginn vill taka til máls. Þeir sem vilja þessu samþykki gjöra svo réttu upp hönd. 9. mál á dagskrá er aðfangastefna og vörslustefna einkaskjalasöfn. Matthildur hefur beðið orðið undir þessum fundarlið. Gjörðu svo vel. Forseti ágætu fundarmenn, mig langar að þakka Bryndísi fyrir að vekja athygli á þessari stefnu hérna áðan undir annarri fundargerð, en það er virkilega þörf ábending að benda fólki á að það hafi tækifæri til að skila inn sínum gögnum til varðveislu. En hér er lögð fram stefna aðgang að skjölum í vörslu héraðsskjalasafns. Stefnan hefur verið unnin af starfsmönnum héraðsskjalasafnsins í samstarfi við aðra héraðsskjalaverði og markmiðið með aðfanga á vörslustefnu er að tryggja að varðveisla einkaskjalasafna sé hagað skipulega og með kerfisbundnum hætti. Og mikilvægt er að einkaskjalasöfn varðveitist ekki síður en skjöl opinberrar stjórnsýslu til að tryggja vitnisburðum fyrir tíma og fullnægjandi hátt. Og til að ítreka það enn frekar að eins og Bryndís kom inn á þá eru þessi skjöl geymd í 80 ár á læstan hátt og uppfylla öll persónuverndarskilyrði. Þannig að menn geta treyst því að þetta sé í lagi að skila gögnunum sem þó persónulega séu til héraðsskjalavarðar. Þakka þér fyrir þetta, Matthildur. Eru fleiri sem vilja taka til máls undir 9. lið bæjarstjórnar, aðfangastefna og vörslustefna einkaskjalasöfn? Það er ekki. Þeir sem vilja á þessu samþykki gjöra svo réttu upp hönd. Það er samþykkt samhljóða. Sóknaráætlun Suðurlands, 10. mál á dagskrá. Ásgerður hefur beðið orðið. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Nú liggur fyrir sóknaráætlun Suðurlands fyrir árin 2020 til 2024. Stefnumótun við mótun sóknaráætlunar hófst í mars 2019 á vegum Samtaka sunnlenskra sveitarfélaga í samvinnu við Capacent sem hélt utan íbúa á samráðsfundi og ferli þess hluta sóknaráætlunar í heild. Greining og mat á stöðu landshlutans var unnið með íbúum, kjörnum fulltrúum, stjórnendum og starfsmönnum SAS. Stefnumótunarferlið miðaði því að ná fram þátttöku íbúa, kjörinna fulltrúa og stjórnar SAS. Í ferlinu tóku þátt 400 einstaklingar. Afurðir vinnunnar voru lagðar svo fram til nánari úrvinnslu og forgangsröðunar á fundi samráðsvettvangs sóknaráætlunar sem haldinn var á Hótel Selfossi og skipaður var þar 100 einstaklingum úr öllum sveitarfélagunum 15 á Suðurlandi. Niðurstaðan fór síðan í opið samráð og samráðsgátt stjórnarráðsins og að lokum fyrir stjórn SAS. Í ferlinu var ákveðið að skipta sóknaráætluninni í 3 málaflokka. Það eru atvinna og nýsköpun, umhverfi og samfélag. Það eru jafnframt þau 3 meginmarkmið málefna sjálfbærrar þróunar. Fyrir alla málaflokkana er sett fram ein framtíðarsýn fyrir Suðurland en þeim er svo skipt niður í megináherslur, 4 til 6 mælanleg markmið og áherslur fyrir hvern flokk. Verkið er þannig unnið að tekinni grunnstaða á öllum mælanlegum markmiðum 1. janúar 2020 og svo fylgst reglulega með framþróun þeirra mælikvarða sem grundvalla mælanlegu markmiði. Áherslur og mælanleg markmið hvers flokks fyrir sig eru svo með myndrænum hætti tengd heimsmarkmiðum Sameinuðu þjóðanna og forgangsmarkmiðum ríkisstjórnarinnar þar inni. Áherslur og mælanleg markmið sóknaráætlunar verða innleidd í gegnum aðgerðir og verkefni uppbyggingarsjóðs Suðurlands annars vegar og hins vegar í gegnum þau áhersluverkefni sem ráðist verður í árlega á Suðurlandi. Hornfirðingar tóku virkan þátt í íbúafundunum sem haldnir voru hér á Hornafirði og síðan í samráðsvettvangnum sem haldinn var á Selfossi. Og vil ég þakka sérstaklega fyrir góða þáttöku og flott framlag íbúa á þeim fundum. Ítarleg kynning á sóknaráætluninni mun fylgja þessari fundagerð og hvetja íbúa til að kynna sér efni hennar og nýta sér uppbyggingarsjóð Suðurlands til þess að koma verkefnum og viðburðum af stað. En úthlutun úr uppbyggingarsjóði byggir eins og áður hefur komið fram á sóknaráætluninni. Ráðgjafar SAS, sem eru meðal annars hér í þekkingarsetrinu Nýheimum, leiðbeina einstaklingum, fyrirtækjum og félagasamtökum við að sækja í sjóðinn
Umsóknarfrestur í fyrri úthlutun ársins úr sjóðnum núna árinu 2020 er til 3. mars. Svo ég hvet fólk til að nýta sér tækifærið sem gefst núna. Og kannski líka bara í ljósi orða bæjarfulltrúans Kristján Sigurðar Guðnasonar hérna fyrr í dag þar sem hann var að tala að upphæðin til úthlutunar hjá sveitarfélaginu til dæmis menningarstyrkja væri nú of lág. Og þá vil ég benda á að þarna er hellingur af peningum í sóknaráætluninni. Þannig að þeir sem að sóttu í menningarstyrki eða til atvinnu- og rannsóknarsjóðs að þeir eiga tækifæri líka undir að sækja í uppbyggingarsjóðinn og þá er þetta nýta sóknaráætlunina til þess að tengja inn og í rauninni styðja sína umsókn. Þannig að ég hvet fólk til þess að skoða það og við náum að nýta sem mest af þessum fjármunum á Hornafirði. Takk að þér fyrir þetta, Ásgerður. 10. mál á dagskrá er enn undir. Sæmundur, gjörðu svo vel. Forseti, góðir fundarmenn. Já, takk fyrir þetta einleik Ásgerði með kynninguna á sóknaráætlun sem er mjög verðugt og skemmtilegt plagg að lesa og gaman að taka þátt í þessu samtali og samráði með Sunnlendingum. En ég get bara ekki látið hjá líða því að þegar ég las þetta plagg þá runnu með mér hugrenningar sem ég ætla að fá aðeins að lýsa. Eftir eðlilega þá nær áætlunin til margra þátta mannlífsins á Suðurlandi og horfir til búsetu, menningar og atvinnulífs og samskipta okkar Sunnlendinga við okkur sjálf og heiminn. Aukin samvinna, aukin sjálfbærni, áætlanir heildstæða landnýtingu til dæmis eru ásamt mörg öðru fyrirferðarmikið leiðarstef í þessari sóknaráætlun. Og áætluninni, það kemur inn á hvað kallast markmiðin 17 sem við vorum, heimsmarkmiðin, kemur inn á heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna og bara mjög flott og vel ígrundað plagg finnst mér. En þegar ég las þessa sóknaráætlun þá gat ég ekki annað en hugsa til annars mál sem við ræddum hér áðan. Og það er gaman að lesa sóknaráætlunina saman við markmið frumvarps miðhálendisþjóðgarð og nýja þjóðgarðastofnun. Og ég, náttúrulega svona innréttaður eins og ég er, þá fékk ég út að með að fylgja þeim vegvísum sem settir eru fram í frumvarpinu nýjan þjóðgarð og þjóðgarðastofnun, og þessu sem að sóknaráætlun settir fram, þá náum við mjög mörgum markmiðum saman, sóknaráætlunin og vegferðin nýja miðhálendisþjóðgarð og þjóðgarðastofnun. Takk fyrir þetta, Sæmundur. Orðið er enn laust 10. mál á dagskrá sóknaráætlun Suðurlandi. Hverju sem vilja taka til máls? Ekki. Þetta sé nú ekki til afgreiðslunni, þetta er ekki til kynningar. 11. mál á dagskrá er breyting í stjórn Gagnaveitu Hornafjarðar. Matthildur Ásmundsdóttir bæjarstjóri verður í stjórn Gagnaveitu Hornafjarðar í stað Björns Inga Jónssonar og Ólöf Ingu Björnsdóttir verður varaformaður hennar stað í stað Ástu Guðmundsdóttur. Orðið er laust þetta, eitthvað sem vilja tjá sig þetta. Þeir sem er þessu þá samþykki gjörðu svo eftir fram. Það er samþykkt samhljóða. 12. mál á dagskrá er umsókn aðalskipulags Skaftárhrepps. Skaftárhreppur óskar eftir umsókn sveitarfélags Hornafjarðar skipulagslýsingu vegna endurskoðunar aðalskipulags. Umhverfis- og skipulagsnefnd gerir ekki athugasemd við lýsinguna vegna endurskoðunar aðalskipulags Skaftárhrepps 2020–2032 en vekur athygli á að ágreiningur hefur verið sýslusveitamörk á milli þessara hreppa eða sýslna, austur- og vesturskaft. Og ég legg bara til að bæjarstjórn geri þetta svara sínu og þeir sem orðið er laust þetta mál. Ekki. Þeir sem þessi samþykkir þá svara þessu svona. Samþykkt samhljóða. 13. og 14. mál, það er aðalskipulagsbreyting þétting byggðar á Höfn og deiliskipulagsbreyting þétting byggðar innbæði. Það hefur óskað eftir frestun á þessu máli. Vill einhver tjá sig þetta mál? Þeir sem eru sammála frestu þessu gjöru svo réttu pönt. Það er samþykkt samhljóða. 15. mál á dagskrá er deiliskipulag Hafnarnes. Björgvin Óskar Sigurjónsson, gjörðu svo vel.
Ég tók það í einu. Já. Forseti, góðu fundamenn. Markmið með gerð deiliskipulagsins við Hafnarnes er að efla byggð og styrkja atvinnulíf í sveitarfélaginu. Skipulagið tekur til uppbyggingar ferðaþjónustu, veitingareksturs, gistiaðstöðu, þvottahús, verslun, minni gistihúsa, íbúðarhúsa, aðstöðuhús og starfsmannaaðstöðu sem samræmist aðalskipulagi. Tillagan var til kynningar frá 19. desember 2019 til 3. febrúar 2020. Umsagnir hafa borist frá Heilbrigðiseftirliti Austurlands, Náttúrufræðistofnun Íslands, Minjastofnun Íslands, Vegagerðinni og Umhverfisstofnun. Ég legg til að bæjarstjórn samþykki deiliskipulagið og vísi því í lögformlegt ferli samkvæmt 40. og 41. greinar skipulagslaga og að bæjarstjórn geri svör skipulagsnefndar að sínum. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Björgvin. Orðið eru laust deiliskipulag Hafnarnes. Þeir sem eru því þá samþykki gjöra svo réttu fönd. Það er samþykkt samhljóða. 16. mál á dagskrá er deiliskipulagsbreyting Lambleiksstaðar. Björgvin, gjörðu svo vel. Forseti og góðir bæjarfulltrúar. Markmið með breytingu á deiliskipulagi fyrir Lambleiksstaði er að efla byggð og styrkja atvinnulíf. Ferðaþjónusta hefur lengi verið á Lambleiksstöðum og með gerð þessara breytingar er rekstrargrundvöllur styrktur, skipulagssvæði stækkað og skipt í byggingarriti A til D hver með sína húsaþyrpingu. Breytingin á deiliskipulaginu tekur til frekari uppbyggingar á gistiaðstöðu og nýbygginga fyrir ferðaþjónustu. Skipulagið var til kynningar frá 16. maí til 1. júlí 2019. Skráning fornminja hefur farið fram samkvæmt athugasemdum og hefur verið færð inn í tillöguna. Ég legg til að bæjarstjórn samþykki deiliskipulagsbreytinguna og vísi henni í lögformlegt ferli samkvæmt 40. og 41. greinar skipulagslaga. Takk fyrir. Orðið er laust 16. mál á dagskrá deiliskipulagsbreyting Lambleiksstaðar. Einhver sem vil taka til máls? Nei, þeir sem því eru þá samþykki gjöra svo réttu fönd. 17. mál á dagskrá er óveruleg breyting á deiliskipulagi tjaldstæði og íbúðasvæði við Fiskskól. Björgvin, gjörðu svo vel. Forseti, góðir fundamenn. Er að ræða óverulega breytingu á deiliskipulagi við tjaldsvæði. Breytingin felst í að byggingarreitur L7 fyrir þjónustuhús stækka til suðurs tæplega 9 metra og bílastæðum fækkar 6 á lóð þjónustuhús. Ég legg til að bæjarstjórn samþykki óverulega breytingu á deiliskipulagi tjaldsvæðisins og íbúðasvæðis við Fiskskól og vísi því í lögformlegt ferli samkvæmt 2. málsgrein 41. greinar skipulagslaga. Takk fyrir. Orðið er laust 17. mál á dagskrá, óveruleg breyting deiliskipulag tjaldstæði íbúðasvæði Fiskskól. Hver sem vilja tjá sig það mál? Þeir sem eru þessu samþykki þá gjöru svo réttu fönd. Það er samþykkt samhljóða. 18. mál á dagskrá landskipti Svínafell, erindi frá landeigendum að Svínafelli þar sem óskað er eftir landskiptum á jörðinni Svínafelli og samanber uppdrátt. Orðið er laust þessi landskipti, ætla eitthvað tjá sig það. Þeir sem því eru þá samþykkir gjöru svo réttu fönd. Það er samþykkt samhljóða. 19. mál á dagskrá er umsókn lóð Borgartún 6. Umsókn Arons Franklins Jónssonar lóð á Borgartúni 6 á Hofi í Öræfum. Bæjarráð er jákvætt fyrir lóðúthlutuninni. Orðið er laust þessu umsókn. Þeir sem eru því þá samþykkir gjöru svo réttu fönd. Það er samþykkt samhljóða. 20. mál á dagskrá er umsókn lóð Ósland, lóð K. Umsókn góðar framkvæmdir EHF, Góðatúni 20, Garðabæ lóð á Óslandi, númer K. Bæjarráð er jákvætt fyrir umsókninni. Einhverjir sem vilja eiga orðastað þessa umsókn? Það er ekki. Þeir sem eru því þá samþykki gjöru svo réttu fönd. Það er samþykkt samhljóða.
21. mál á dagskrá er umsókn lóð Ósland, lóð Jóð. Umsókn góða framkvæmdar VF, Góðatúni 20, Garðabæ lóð á Óslandi, lóð númer Jóð. Bæjarráð er jákvætt fyrir umsókninni. Er einhverjir sem vilja tjá sig þessa lóðaúthlutun? Það er ekki. Þeir sem því þá samþykki gjöra svo réttu hönd. Það er samþykkt samhljóða. Mál númer 22, umsókn lóð Hagaleir 1. Umsókn Einars Jóhanns Sigurjónssonar lóð Hagaleir 1 lögð fram. Bæjarráð er jákvætt fyrir lóðaúthlutuninni. Er einhverjir sem vilja tjá sig þetta mál? Það er ekki. Þeir sem því þá samþykkir gjöra svo réttu hönd. 20. og samþykkt samhljóða. 23. mál fyrirspurn þjóðveg í þéttbýli og Öræfum. Sæmundur Helgason, ætlar þú kannski að byrja á þessu máli? Já, forseti góðu fundarmenn. Þetta er grunninn bara mjög einfalt mál. Undirritaðan langar að taka 2 mál til umræðu og þetta er raun og veru 1 mál og spyr hvar þau áform eru stödd að færa þjóðveg í þéttbýli austur fyrir byggðina og Höfn. Og í hvaða ferli þarf mál að fara af hálfu sveitarfélagsins til þess að það mál fari framgang. Og hitt málið er hvar þau áform stödd að færa þjóðveg í Öræfum til á aðalskipulagi. Og í hvaða ferli þarf það mál að fara af hálfu sveitarfélagsins til þess að það mál fái framgang. Ég ætla bara vekja athygli á þessum 2 málum. Ég held að þau séu mikilvæg í öllu því samtali sem við höfum átt við sérstaklega þá vegagerðina sem er náttúrulega þá framkvæmdaraðilinn þjóðvegina, að við séum að tala sama hlutin og það þarf þá að gera aðalskipulagsbreytingar, geri ég ráð fyrir, og til þess að þrýsta á þessar svo mikilvægu framkvæmdir að mínu viti, að þá finnst mér að við eigum að vinna heimavinnuna og einhenda okkur í hana, að koma þessum málum af stað, að ákveða hvar veglínan á að liggja, því að eins og ég skil að þá er veglínan eins og hún er núna ekki endilega á þeim stöðum sem umræðan hefur leitt málið, annars vegar þjóðveg í þéttbýli sem fer austur fyrir byggðina og Höfn og hins vegar þjóðveginn í Öræfum sem er ekki á þeim stað sem við erum síðan alltaf að tala núna. Takk fyrir þetta. Sæmundur, Matthildur hefur beðið orðið. Forseti ágætu bæjarfulltrúar. Það vill nú svo heppilega til að ég átti akkúrat fund með honum Sveini sem er umdæmisstjóri vegagerðarinnar á Austurlandi og við tilheyrum því umdæmi. Átti fund með honum núna á mánudaginn síðastliðinn þar sem að við fórum meðal annars yfir þessi mál. Við ræddum þjóðveg í þéttbýli og það kom fram í hans svörum að sú framkvæmd er hvergi inn á áætlunum og talaði það að frumkvæði þyrfti alltaf að koma frá sveitarfélaginu til þess að fara af stað í þá framkvæmd og svona breytingar eru það kostnaðarsamar að það þarf að fara í gegnum samgönguáætlun og þá í gegnum fjárlagavaldi. Og auðvitað þarf þá að meta kostnað og áætla fyrir framkvæmdinni þegar það kemur. En fyrst og fremst þarf auðvitað að taka umræðuna hjá sveitarfélaginu hvar menn vilja sjá þjóðveg í þéttbýli og ég held að það sé bara tímabært að fara að gera það í umhverfis- og skipulagsnefnd. Þannig að ég legg þá til að þessu máli verði vísað til umfjöllunar í umhverfis- og skipulagsnefnd eins og seinna málinu sem ég langaði samt aðeins að fara yfir betur. Við ræddum þetta mál sömuleiðis, það er að segja styttingu á veginum í Öræfum og við vitum að sú framkvæmd er komin inn á samgönguáætlun reyndar á seinni tímabili áætlunarinnar en það liggur því meira á að fara í þá umræðu að taka ákvörðun það hvort að stytta í veginn enn frekar og þá í samráði við vegagerðina og hann upplýsti okkur það við Ásgerður sátum þennan fund að vegagerðin hafa átt fund með íbúum í Öræfum fyrir einhverjum árum síðan þar sem að vegagerðin og íbúar voru tiltölulega sammála hvar vegurinn ætti að liggja og það er ekki í samræmi við núverandi skipulag í Öræfunum. Þannig að ég
legg það til hér á þessu fundi að bæði þessi mál fái umfjöllun hjá umhverfis- og skipulagsnefnd í kjölfari á þessum fundi. Þakka þér fyrir þetta, Matthildur. Orðið er enn laust og Sæmundur Helgason hefur beðið orðið. Gjörðu svo vel, Sæmundur. Forseti, góður fundarmenn. Ég er nefnilega fullkomlega meðvitaður það að bæði þetta samtal varðandi veglínunni í Öræfum og ég er líka meðvitaður þetta með þjóðvegi í þéttbýli. Þetta er hvergi á áætlun vegagerðarinnar með þjóðveginn í þéttbýli, en ég minni á að þetta er í áætlunum sveitarfélagsins og umferðaröryggisáætlun sem var samþykkt hér fyrir að vera 2 árum síðan. Hún fjallaði og mjög margar ábendingar í henni komu þetta mál. Og þannig að við höfum rætt þetta á öðrum vettvangi heldur en akkurat varðandi skipulagið og þetta er einmitt bara þá mjög góður farvegur sem að þetta mál getur þá farið í og bara ég fagna því að við skulum alltaf þá einhenda okkur í þetta mál. Þakka þér fyrir þetta, Sæmundur. Orðið er laust og Páll Róbert hefur beðið það. Gjörðu svo vel, Sæmundur. Nei, Páll Róbert, það er fyrirspurn þjóðvegi í þéttbýli og Öræfum. Gjörðu svo vel, Sæmundur. Forseti og ágætu bæjarfulltrúar. Já, ég bara fagna þessari umræðu mjög mikið því að ég hef nú stundum bent á þetta í minni hópum, skulum við segja, að þetta er náttúrulega nauðsynlegt að við séum klár með skipulagið og það var lengi vel að mér skilst ekki einhugur nýja veglínu til dæmis í Öræfunum en mér skilst að það sé svona allan að meiri samhljómur það og þess vegna er það mjög áríðandi að við klárum það mál út af. Við erum alltaf að heimta að ríkið standi við sitt og lægi og fækki einbreiðum brúm og annað slíkt en við getum líka hjálpað til við það og við getum ekki ýtt mjög mikið á hluti sem er ekki konur inn á skipulag. Þetta getur líka þjóðvegi þéttbýli. Ég hefði viljað sjá hann færast niður í það sem að ná að koma að tjaldstæðinu. Ég hefði viljað sjá hann fyrir neðan aðeins út í þessa Sílavík sem er þar, sem er hvort er á leiðinni upp úr og meira og minna þurrorðin og færa þjóðveginn þar leiðandi niður fyrir íbúðasvæðið í B5 sem við vorum að tala hérna áður sem þarf að fara að huga að svona til framtíðar væntanlega eða hvernig sem það verður, ég ætla nokkið svo sem ég geti segja mér hvað það er að gera en allavega held ég að við þurfum að fara að breyta þessu til þess að við getum þrýst á ríkið að fá peningi í þetta og koma þess inn á samgönguvald. Þannig ég er mjög ánægður með að heyra þetta. Takk fyrir. Þakka þér fyrir þetta, Páll Róbert. Orðið er laust, skal ég segja ykkur fyrirspurn þjóðvegi í þéttbýli og Öræfum. Er eitthvað sem vill taka til máls undir þessu? Það er ekki. Þeir sem eru því þá samþykkir að vísa þessi umhverfis- og skipulagsnefnd gjörðu svo vel rétt upp hönd. Það er samþykkt samhljóða. 20. og 4. mál á dagskrá er mál sem við settum hér inn á síðustu stundu og það er ósk Erlu Þórhallsdóttur ótímabundið leyfi frá störfum í bæjarráði og Björgvin Óskar Sigurðsson verður aðalmaður í stað Erlu og varaformaður og varamaður í hans stað er Kristján Sigurður Guðnason. Þeir sem eru þessu samþykki gjöra svo rétt upp hönd. Það er samþykkt samhljóða. 25. mál á dagskrá og síðasta mál jafnframt er skýrsla bæjarstjóra. Matthildur, gjörðu svo vel. Forseti og ágætu bæjarfulltrúar. Ég ætla hér að fara aðeins yfir störf mín síðasta mánuðinn. Nú sitt ég í svæðisráði og Vatnajökulsþjóðgarðs og hefur svæðisráð fundað 3 sinnum frá síðasta bæjarstjórnarfundi, ekki meira en minna. Þar hafa verið haldnir 2 hefðbundnir fundir þar sem nýtt svæðisráð fékk kynningu á stjórnarháttum, vinnu við stjórnar- og verndaráætlun fyrir suðursvæði Vatnajökulsþjóðgarðs og þá vinnu sem er í vinnslu fyrir Breiðamerkursand, stöðumáli Skaftafelli og margt fleira. Vinna við stjórnar- og verndaráætlun fyrir Breiðamerkursand er nú langt komin
en síðasti samráðsfundurinn var nú haldinn í vikunni þegar boðað var til vinnufundar með ráðgjöfum, starfsmönnum þjóðgarðsins og hinum ýmsu hagsmunaaðilum. Fundurinn var áhugaverður en unnið var með ýmsar sviðsmyndir sem teikna voru upp á kort meðal annars. Og það verður spennandi að sjá afrakstur þeirra vinnu. Sveitarfélagið hélt hér stjórnendanámskeið fyrir stjórnendur sveitarfélagsins með það að markmiði að efla þá í starfi. Það var góð mæting á námskeiði og góður andi meðal stjórnenda og það er mann alltaf gott að fara á námskeið og hressa eins upp á þekkinguna. Ég fór með Önnu umhverfisfulltrúa í heimsókn á flestar stofnanir sveitarfélagsins til þess að fá tilfinningu fyrir því hvernig umhverfismálum er háttað hjá öllum starfsstöðum sveitarfélagsins. Skoðað var hvernig staðið er að sorpflokkun, hvaða hreinsiefni eru notuð í þrifum og fleira sem tengist umhverfismálum. Og það kom í ljós að stofnanir eru allar að flokka sorp mjög vel og þar með talið lífrænt sorp. Og sums staðar er verið að nota lausnir sem hægt er að nýta á fleiri stöðum. Anna mun í kjölfarið senda forstöðumennu niðurstöður úr heimsókn sinni og jafnframt stendur það til að skipa umhverfisteymi hjá sveitarfélaginu þar sem hægt er að vinna saman þvert á stofnanir að lausnum og verkefnum í umhverfismálum. Það er einnig þörf á fræðslu umhverfismál fyrir mismunandi starfsmannahópa og starfsstöðvar hjá sveitarfélaginu. Þetta sýndi sig alveg í þessum heimsóknum. Og jafnframt er tímabært að móta nýja innkaupastefnu fyrir sveitarfélagið og þá er hægt að setja þar inn umhverfissjónarmið þegar kemur að vöruinnkaup. Janúar og febrúar mánuðir eru einkennast af þorrablót, hinum ýmsu þorrablótum. Og það er ánægilegt að sjá að það var uppselt á þorrablót hafnarbúa, nesjamanna og einnig mýramanna og suðursetninga. Þorrablótin sameina íbúa sveitarfélagsins á stór skemmtilegu viðburðum. Stór hópur sjálfboðaliða standa þar vaktina og undirbúa þorrablótin og hefst undirbúningur í sumum tilfellum jafnvel strax í september. Þetta er skemmtileg hefð sem greinilega er mjög vinsæl og nauðsynlegt að viðhalda. Hitaveituframkvæmdir eru að verða sýnilegri í íbúum dag frá degi. Við sjáum rörin púslast upp meðfram þjóðveginum og íbúar urðu varir við það að fá bréf sent heim nú fyrir stuttu þar sem framkvæmdir voru kynntar og þeir íbúar sem ekki eru tengdir fjarvarmaveitu hvattir til að tilkynna það fyrir 1. mars hvort þeir munu tengjast hitaveitunni. Ég hef verið að skoða möguleika á að fá tilboð í tengigrind sem getur nýst öllum íbúum. Jafnframt erum við að fá svör við ýmsum spurningum sem hafa vaknað, varðandi til dæmis lagnakerfi, styrkmöguleika, síðar meir og fleira. Þessi svör verða aðgengileg íbúum þegar þau liggja fyrir. Einnig upplýsingar mögulegum magninnkaup á tengigrindum. Hönnun hjúkrunarheimilisins Skjólgarðs er nú á lokastigum. Við áttum fund með arkitektum þar sem farið var yfir teikningar og efnisval og fengum svo nýjar teikningar nú í vikunni. Það styttist í að hægt er að bjóða út framkvæmdir og að fyrsta skóflustungan verði tekin. Lóðamál við N1 hafa verið til umfjöllunar nokkrum sinnum, svona allavega hefur sveitarfélagið fengið ábendingar hvað það varðar. Það hafa komið inn athugasemdir varðandi skipulag á lóðinni við N1 og höfnin gistiheimilið þar sem öryggi gangandi og hjólandi er ábótavant. N1 er að fara í breytingar á versluninni hjá sér og því tilvalið að nota tækifæri til þess að vinna í sameiningu að bættu fyrir öryggi á planinu. Við Ásgrímur hittum starfsmenn á framkvæmdasviði N1 og rekstraraðila höfnin til að ræða mögulegar útfærslur. Vonandi verður hægt að leggja drög að breytingum á næsta fundi umhverfis- og skipulagsnefndar. Það var boðið til almannavarnanefndarfundar vegna kórónuveiru sem hefur fengið nafnið COVID-19. Ríkislögreglustjóri hefur lýst yfir óvissustigi almannavarna í samráði við sóttvarnalækni og embætti landlæknis vegna útbreiðslu veirunnar sem hefur þó enn ekki borist til Íslands. Markmið fundarins var að undirbúa aðgerðir í heimabyggð ef til þess kemur að veiran berist til Hornafjarðar. Búið er að tryggja húsnæði fyrir einstaklingar sem þurfa að vera í sóttkví en flestir heimamenn ættu að geta verið í sóttkví heima hjá sér. Mikilvægt er að kynna sér vel fræðsluefni á vef embætti landlæknis og huga að forvörnum svo sem handþvotti, sprittun og fleira. Við héldum íbúafund í Suðursveit. Markmið fundarins var að eiga samtal við íbúa gerð deiliskipulags fyrir Hollustaði sem gerir ráð fyrir uppbyggingu íbúðarhúsnæðis. Það kom fram á fundinum að mikil þörf
virðist vera á uppbyggingu fyrir starfsmenn í ferðaþjónustu og þörfin til staðar nú þegar. Skólahúsnæði Hrollaugsstaða var einnig rætt og þá möguleiki á að betri nýtingu á húsnæðinu með því að breyta því í smærri íbúðir, jafnvel 4 til 5 talsins. Íbúar lýstu miklum áhuga á að sveitarfélagið fari þær breytingar og hafa nokkrir nú þegar lýst yfir áhuga að leigja íbúðirnar til lengri tíma. Bæjarráð tók síðan ákvörðun í þessari viku með að hefja hönnunarvinnu á skólahúsnæðinu. Landgræðslan komin á fund umhverfis- og skipulagsnefndar í gegnum fjarfundabúnað í síðustu viku til að kynna nýtingu á seyru til uppgræðslu og einnig verkefni sem tengjast endurheimt votlendis. Ég fékk sérstakan fund með umhverfisfulltrúanum okkar þar sem fjallað var endurheimt votlendis. Sveitarfélagið að skoða hvaða möguleikar í stöðunni. Kortleggja þar svæði sveitarfélagsins kortleggja þar hvaða svæði sveitarfélagið hefur sjálft möguleika á að endurheimta og það einnig tækifæri í því að hvetja landeigendur í sveitarfélaginu til að skoða hvaða möguleikar þeir hafa til að endurheimta votlendi, en hægt að sækja styrki í votlendissjóð. Fyrsti formlegi stefnumótunarfundurinn vegna vinnu við stefnumótun og innleiðingu heimsmarkmiða var haldinn hér 7. febrúar. Það Eva Magnúsdóttir hjá Pódium ráðgjafafyrirtæki sem heldur utan vinnuna fyrir hönd sveitarfélagsins. Byrjað var á fundi með sviðsstjórum og síðan var haldinn stór vinnufundur með nefndamönnum og stjórnendum. Unnið var með gildi, hlutverk og framtíðarsýn sveitarfélagsins í fyrstu atrennu og í kjölfarið var farið í vinnu með heimsmarkmiðin til að sjá hvernig þau mátast inn í hin ýmsu verkefni sem sveitarfélagið vinnur að. Ráðgjafinn mun nú vinna úr þessum gögnum og næsta skref að halda fund með öllum starfsmönnum og einn opinn íbúafund. Ég vil nú þakka öllum þeim sem gáfu sér tíma til að taka þátt í þessari vinnu kærlega fyrir þeirra framlag. Fundir með þingmönnum. Stjórnmálaflokkarnir voru nokkuð áberandi hér í bæ núna í vikunni og þau voru á ferðinni í byrjun vikunar. Ég hitti flokksmenn úr Miðflokknum, Framsóknarflokknum, Vinstri grænum og Sjálfstæðisflokknum. En kjördæmavika stendur nú yfir á Alþingi og ánægjulegt að sjá hversu margir þingmenn komu til þess að kynnast málefnum sveitarfélagsins Hornafjarðar. Við náðum að fá sérfundi með 4 ráðherrum. Fyrst var það Sigurður Ingi Jóhannsson samgönguráðherra en við Ásgeiri fórum með honum á Hornafjarðarflugvöll til að ræða þær framkvæmdir sem stendur til að fara í nú á þessu ári. Endurnýja á ljósabúnað sem mun leiða til þess að þrengja munað brautinni sem hefur neikvæð áhrif á framtíðarmöguleika flugvallarins. Hægt að koma í veg fyrir þrengingar á brautinni með því að leggja bundið slitlag á 3 kilometra kafla. Samgönguráðherra mun vonandi beita sér í málinu með framtíðarhagsmuni og öryggi flugvallarins að leiðarljósi. Við fengum einnig fund með Svandísi Svavarsdóttur heilbrigðisráðherra og Guðmundi Inga Guðbrandssyni umhverfisráðherra. Fundurinn snerist að mestu samningum rekstur heilbrigðisþjónustu á Hornafirði. Farið væri við stöðu mála varðandi samningana og jafnframt lýstu við yfir óánægju með að ekki var hægt að framlengja samninga við Hornafjörð. Svandís bað að fá að fylgjast með þróun mála þegar fyrstu samningsdrög liggja fyrir. Einnig lýstu við yfir áhyggjum okkar af erfiðum rekstri hjúkrunarheimila allt land og ekki síst hér á Hornafirði. Svandís taldi líklegt að hún muni láta gera óháða úttekt á rekstri hjúkrunarheimila sem sýnir raunverulega stöðu í rekstri þeirra. Að lokum fékk ég fund með Bjarna Benediktssyni fjármálaráðherra ásamt Páli Róbert þar sem við ræddum samninga lífeyrisskuldbindingar við heilbrigðisstofnunina en nú verið að semja uppgjör þeirra. Bjarni var nokkuð jákvæður að geta aðstoð okkur í þeim málum. Jafnframt lýsti yfir áhyggjum af rekstri hjúkrunarheimila við hann líkt og við hana Svandísi en hann upplýsti okkur það að sveitarstjórnarmenn allt land hafa rætt þessi mál við ráðherrana sem lýsir vel þeim rekstrar erfiðleikum sem hjúkrunarheimilin standi í. Einnig ræddi við fráveitumál og mögulegar aðgerðir stjórnvalda til að draga úr kostnaði sveitarfélagi við framkvæmdir í fráveitumálum. Það hefur verið gaman að hitta alla þessar þingmenn og gott að geta náð samtali þau málefni sem brenna á heimamönnum. Íbúafundur var haldinn í gær verkefnið Norrænir sjálfbærir bæir þar sem að kynntar voru afurðir verkefnisins. Það voru þau Hugrún Harpa, Árdís og Bartek sem kynntu helstu niðurstöður úr íbúakönnun sem framkvæmt var síðasta vor. Þar gafst íbúum tækifæri á að kortleggja helstu hjóla- og gönguleiðir, svara spurningum, merkin útivistarstaði sem þeir nota, merkin þeirra skilgreiningar á miðbæjarsvæði og margt fleira. Rúmlega 200 manns tóku þátt í könnuninni.
og má nýta gögnin til framtíðar skipulagsvinnu. Nú þegar erum við að skipuleggja næstu áfanga í uppbyggingu hjóla og göngustíga en 10 milljónir voru settar á fjárhagsáætlun næstu 3 ára í uppbyggingu þeirra. Verið er að skoða breytingar á bílaplaninu við N1 í samræmi við athugasemdir íbúa og í undirbúningi er skipulagsvinna á miðsvæði Hafnar í nágrenni íþrótta- og skólamannvirkja sveitarfélagsins. Í gær var hugmynd að skipulagi fyrir Hrossabeitt-hagann kynnt en hópurinn fékk Björn Jóhannsson landslagsarkitekt til samstarfs og hannaði hann útivistarsvæði með heimsmarkmið 11 sjálfbæri bæir og 3 heilsu og vellíðan að leiðarljósi. Hönnunina má útfæra á önnur svæði en lagt var upp með að bjóða upp á útivistarsvæði þar sem fjölskyldur geta komið saman, grillað, stundar hreyfingu og jafnvel skautað. Einnig var lögð áhersla á að halda í votlendi með því að útbúa tjörn þar sem mögulegt verður að skauta á veturna. Þáttaka í verkefninu hefur skilað þekkingu og gögnum til starfsmanna sveitarfélagsins sem hægt verður að nýta til framtíðar. Fleira var það ekki. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Matthildur. Nú verður gert hlé á fundinum eða farið verður fundagerð.